Komið sæl, ég heiti Birgitta Haukdal og höfundur af Láru og Ljónsabókunum. Já, Láru og Ljónsa seríunni. Vitið það eru komnar 12 Láru og Ljónsabækur. 12! Og ekki bara það, það líka 2 fyrir ungabörnin, ungbarnabækur og það gæti verið að koma tónlistabók líka. Vá, það allt flæðandi í Láru og Ljónsa í ár. Mér langar núna að sýna ykkur eina glænýja bók. Þetta bókin Lára lærir að lesa. Já, Lára er nefnilega ótrúlega spennt fyrir því að fara í skólan og byrja að læra stafina. Eigum við að kíkja aðeins inn í. Í skólanum líf og fjör. Krakkarnir teikna sjálfsmynd, lita landakort og fara í útileikfimi. Eftir útiveruna segir Berglind kennari börnunum að setjast á gólfið. Á meðan skrifar hún stafi á töflu sem hangir á veggnum. Láru líður eitthvað skringilega. Það eins og þetta sé allt nýir stafir. Henni finnst hún ekki þekkja neitt þeirra. Kannski skrifa Berglind bara svona illa að Lára skilur einfaldlega ekki skriftin hennar, hugsa Lára með sér. Hún réttir upp hönd. Berglind, viltu vera svo góð að vanda þig betur? Ég skil ekki þetta nýja stafarugl sem þú ert að skrifa, segir Lára sem tekur þó eftir því að hin börnin þekkja stafina og svara þegar Berglind spyr um þá. Láru líður ekki vel, hún heldur hún sé að vera lasin. Hún komið höfuðverk og ofsalega þreytt. Þegar við skrifum í og s, þá til orðið ís, segir Berglind og heldur svo áfram. Ef við skrifum stafina K og A tvisvar sinnum, K-A, K-A, þá fáum við orðið kaka. Krakkarnir flissa. Kaka, segir Atli og sleikir útum. Lára pírir augun, en hún sér ekki þessa stafi sem krakkarnir segja upphátt. Þetta gekk svo vel heima þegar þau Atli voru að föndra og æfa sig. Ég nenni ekki að læra þessa asnalegu stafi, segir Lára pirruð og stendur upp. Lára mín, viltu gjöra svo vel að setjast niður, segir Berglind kennari og horfir hissa á Láru. Vitið það að þetta mjög ólíkt henni Láru. Hún sem alltaf svo dugleg og góð. Hvað ætli sé að angra hana? Vitið það, við komumst að því en við lesum aðeins lengra í bókinni. Lára lærir að lesa. En ég ætla ekki að lesa lengra í þessari bók. Veistu þetta hverju? Það vegna þess að það komin önnur glæný. Og það bókin Lára fer í leikhús. Já, þar kynnist Lára töfra heiminum sem býr í leikhúsinu. En þið sem þekki Láru og Ljónsa bækurnar, þið vitið það eflaust að Lára á besta vin sem heitir Ljónsi og Lára tekur Ljónsa með sér hvert sem hún fer. Hún fékk hann nefnilega að gjöf þegar hún var pínulítil og á milli þeirra ríkir alveg stórkostlegt samband. Þannig að Ljónsi svo heppinn að hann fær alltaf að fara í allar ævintýraferðir með henni Láru. Leikhúsbókin með svona fallegum gullituðum stöfum og sjáið þið hérna framan á. Lára í snjókallabúning og Atli vinur hennar í læknabúning. Og sjáið þið, hann Ljónsi hérna í fanginu hans Atla. Vitið þið hvað Ljónsi er? Hann könguljón. Hefur einhvern tímann heyrt könguljón? Ekki heldur. Ljón í kónguljárbúning. Eigum við að kíkja smá athuga hvað gerist í þessari bók. Lesum örlítið. Þegar þau koma í leikhúsið fyllist Lára tilhlökkun. Á veggjunum myndir af alls konar leiksýningum sem hafa verið sýndar í húsinu. Lína Lánsokkur á einni mynd, Blái hnötturinn á annarri og Kardímómubærinn á þeirri þriðju. Atli segir Láru söguna því þegar hann fór á leiksýningunum Bláa hnöttinn. Það var fullt af krökkum eins og okkur á sviðinu sem voru að leika og syngja og það var bara einn fullorðinn leikari. Mér langar svo að vera leikari þegar ég verð stór, segir Atli dreyminn. Já, og læknir. Hægt að vera bæði? Spyr Lára hugsi. Já, ég leik bara helgar og lækna á virkum dögum. Tja, það finnst mér frábær hugmynd, segir Lára og brosir.
Snæfríður er ammans Atla og hún fór með þeim í leikhúsið. Hún kaupir leikskrá með myndum á öllum leikurunum, svo réttur hún krökkunum miðana og segir þeim að passa vel upp á þá, svo þau viti hvar þau eiga að sitja. Skyndilega heyrist í háværi bjöllu sem hringir 3 svar. Ding, ding, ding. Jæja, krakkar, drífum okkur inn, sýningin fer að byrja, segir Snæfríður. Á miðanum hennar Láru stendur 10. bekkur, sæti númer 6. Þegar Lára gengur inn í salinn, finnst henni að hún stígi inn í töfraheim. Í salnum er notaleg birta og tónlist ómar og fyrir sviðinu er rautt tjald. Kannski svona tjald, eins og við sjáum hérna framan á. Í leikhúsinu gera spennandi hlutir og vitið þið hvað leikritið heitir sem þau fara að sjá? Það heitir Búálfarnir í grænmetisgerði. Það alls konar töfrandi fígúrur, blóm og prinsessur og búálfar. En ég vil ekki lesa meira. Þið megið ekki vita allt, það er ekkert gaman að vita allt sem gerist þegar þið fáið bókina í hendurnar. 2 glænýjar Láru og Ljónsa bækur. Ég óska þess að þú eigir notalega stund heima, hvort sem er einn í herbergi eða með mömmu og pappa í skammdeginu, eigir notalega lestra stund og ég segi bara takk fyrir mig, þangað til næst.